Góðan dag og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað í helgispjall að þessu sinni, laugardaginn 18. apríl, er góður gestur, maður sem er mér oft mjög ósammála, en ég er virkilega forvitin Þórarinn Hjartarson, vertu velkomin. Heyrðu, bara heiður. Já, takk. Sömuleiðis. Í helgispjallinu þá förum við svolítið svona á dýptina og hérna ég er forvitin þig eins og líklega margir aðrir hvaðan þú kemur. Hér ertu allt í einu podcastari, ekki fjölmiðlamaður. Nei, hárrétt. Getum við ekki verið sammála um það allavega? Já, ég veit það ekki alveg, en ég hlakka til að heyra þína skýringar þar á. Hver ertu? Ég er Þórarinn Hjartarson. Ég elst upp í Vesturbænum ásamt fjölskyldu að sjálfsögðu, í flestum tilvikum. Já, er bara mjög hefðbundinn, svona malbikaður ungur maður sem hef alltaf haft mínar svona taugar fastar við Vesturbæinn. Er orðinn svona í seinni tíð töluvert hrifnari af landsbyggðinni. Ég er orðinn svona pínu öfundsjúkur. Ég var alltaf að hlæja á landsbyggðinni einu sinni. Þótti það svona vera hálf ómögulegt svona einhverjir aðalega sem að búið út á landsbyggðinni og hélt að þetta væri svona fólk sem að vildi vera höfuðborgarbúar. En svona í seinni tíð þá er ég orðinn miklu hrifnari af landsbyggðinni. Gerist það fyrir okkur öll? Er það? Já, ég held það. Hvaðan er þú? Ég er úr Grafarvoginum, það er nú eiginlega landsbyggðin. Ert þú líka orðinn svona landsbyggðar? Já, ég nýti hvert tækifæri til þess að fara út á land og sé fyrir mér að setja staðakstur á landsbyggðinni svona setja meir, sko. Einmitt, já, og er hnefalega þjálfari og er hlaðvarpsstjórnandi, hefur unnið að sambýli fyrir fatlaða í 16 ár núna, hóf þar störf 2010. Hef þar að leiðandi ekkert verið í einhverjum fjölmörgum öðrum störfum. Var hann á Grund þegar ég var yngri. Spilaði mikið tölvuleiki þegar ég var yngri. Talaði mjög mikið gegn því að þetta séu kallaðar íþróttir. Þó svo að það séu góða alveg svo podcast og fjölmiðlar, þú ert bara svona svolítið öfugsn. Já, sko, ég er rosalega fastur á því að við köllum hlutunum því sem þeir eru. Það strýkur mér vitlaust þegar að fólk fer einhvern veginn að nýta orð til þess að breyta hugtökum. Já. Og maður tekur eftir þessu í ýmis konar pólitískrum baráttum. Maður tekur eftir þessu í svona alls konar samfélagsmálum sem að eiga ekkert að vera pólitísk, en reyndar er allt orðið einhvern veginn pólitískt í dag. Og það strýkur mér alltaf vitlaust þegar að fólk fer einhvern veginn að tala hlutina öðruvísi heldur en eru til þess einhvern veginn að friðþægja einhver raddir. Þannig að alveg eins og með fjölmiðla og alveg eins og með tölvuleiki og eins og með flest allt annað, að þá þykir mér mjög and tungumálið. Ekkert endilega íslenska tungu, heldur sem tungumál sem svona ákveðin lykil að því hvernig við samskipti. Og þegar fólk fyrir að hrófla við því með því að breyta orðum eða kalla hlutum eitthvað annað en þeir eru, að þá svona rísi á afturlöppinar. Er það ekki samt svona, þú veist, það er nú bara svona eðli tungumál að þróast og breytast og... Já, það er einmitt það sem að fer rosalega í taugunum þegar fólk segir að tungumál þróist, sko. Tungumál þróast í flestum tilfellum og hefur gert í gegnum tíðina með því að við breytum hugtökum út af því að samfélagslega þá tekur samfélagi breytingum og við einhvern veginn förum að finna ný hugtök til þess að takast á bæði við nýja þætti eins og internetið. Það hefði enginn vita hvað það var fyrir 50 árum, enginn vita hvað það, við varum að tala gervigreind til dæmis en nýra. En aftur á móti þegar að fólk fer að beita þessu í svona pólitískum tilgangi, að þá kemur ákveðið svona rautt flagg fyrir mér sem að mér svona mislíkar alveg gríðarlega. Og þegar fólk talar þetta sem svona tungumálið þróast og hver þú svona gagnrýna þetta, sem er gott og vel í mörgum tilvikum, en aftur á móti þegar fólk fer að heyja einhver svona pólitíska baráttu og banna mér að nota einhver orð sem að ég almennt sé að nota, að þá setja ég niður fótinn. En hvaða leikir voru þetta sem þú varst að spila? Heyrðu, ég spilaði Counter-Strike, ég spilaði Medal of Honor þegar ég er mjög ungur, FIFA, svona í svona PlayStation, og svo færði ég mig yfir og varð tölvufíkill
sem náttúrulega rétta orðið yfir það sem að þegar krakkar að nota kannski 8 tíma á dag í einhverja tölvuleiki. Einhverju foreldrar vilja friðþægja sjálfa sig og sleppa því að sinna foreldrahlutverkinu með því að kalla á íþróttamenn sem náttúrulega bara della. En ég spilaði sem sagt þessa 2 leiki og svo spilaði ég Counter-Strike lengi vel og svo var ég sérstaklega mikið í leik sem heitir Dota sem að mér finnst alveg sérstaklega skemmtilegur og ég fylgist ennþá með senunni, það skemmtileg sena íslensk og fylgist með þeim. Mágur minn allir í þessu? Nú, hver mágur þinn? Já, við skulum ekki fara með það kannski. Já, sorry, þetta er svo lítil sena að það er mjög líklegt að ég myndi vita hver það væri, sko. Það er svona spyr maður sjálfkrafa hver það Já, hann heitir Daniel, en hann er í þessari Dota sinu, veit ég. Já, ég veit Daniel allavega, örugglega hann, á þess að við förum á dýptina í það. Já, ég veit ekki hversu hrifinn hann er að því. En, sko, þú ert foreldri. Já. Hvað áttu mörg börn? 2 börn? Já. Leikskólabörn? Skólabörn? Já. Bæði? Ég reyni alltaf að forðast að ræða það mikið, sko. Ég held mjög mikið, ég er, út af því að við erum að fara á dýptina, ég er rosalega prívat einstaklingur sem að kannski kemur mörgum á óvart. Ég til dæmis set ekki myndir af börnunum mínum á samfélagsmiðla, mér finnst það alveg heilalaust. Ég reynir mér þess að halda bara öllu sem að við kemur fjölskyldulífinu alveg út fyrir sviga varðar allt. Mér hefur alltaf þótt mjög sérkennileg þessi svona samfélagslega vegferð í því að við erum einhvern veginn alltaf að birta myndir af mögum og tala hvað þau séu frábæra og hvað þannig. Ég var þannig, ég gerði það með fyrirverandi kærustunni minni. Þú veist, er það ekki bara eitthvað svona ef maður á frábæran maka? En er það ekki skrítið? Það er ótrúlega skrítið. Ég veit ekki, maður verður bara einhvern veginn að lifa fólki svolítið að svona tjá sig af þeim stað þar sem það er einhvern veginn. Ég vil banna þessa tjáningu, sko. Nei, en þetta er svo skrítið að í flestu tilfellum þegar fólk er að tala hvað séu í frábæru sambandi þá finnst mér alltaf að vera hætt saman eftir svona hálft ár. Já, þetta er kenning. Er það ekki það? Já, þetta er kenning, en svo ég þekki fullt af ástfangnum pörum sem er mjög duglegt að tjást sína svona á samskiptum. Þú vissum að það sé ástfangin? Já, ég meina þau segja það. Sko, en já, þú ert giftur? Já. Barnsmóður þinni? Ég er endar ekki giftur, ég er að fara að gifta mig. Þú ert að fara að gifta þig? Já, barnsmóður minni, rétt. Í sumar? Já. Já. Hvar? Hvernig kom það til? Ég vil ekkert fara út í það. Ég er að fara að gifta mig og ætla að gera það í sumar. Erst sem sagt ástfangin? Já. Bara ekki á samskiptamiðlum? Ekki á samskiptamiðlum. Nei. En ég tekur rosalega miklar uppeyður í lífinu, sko. Mér þykir til dæmis ekkert vænt skoðanir mínar sem mér finnst mjög auðvelt að skipta skoðun. En líka bara með svona hluti. Ég var vegan í hálft ár út af vegna dýravelferðunar sjónum með það. Mér leið bara hræðilega þannig að ég hætti því. Og saman með eins og samfélagsmiðla. Ég var rosalega duglegur að birta allt í lífi sínu á samfélagsmiðlum. Það var svona tíðrandinn kannski fyrir svona 10 árum. Já, er það ekki bara þegar við vorum aðeins yngri? Mér finnst yngri, fólk sem er 10 árum yngri en við, það kannski ennþá að þessu, sko. Já. Jú, kannski er það bara. Svona kroppamyndir og þetta dót, sko, það finnst það stórkostlega sérkennilegt, sko. En ég tala nú ekki fólk sem er að birta myndir af börnunum sínum á samfélagsmiðlum. Mér þykir það alveg svona í dag, þegar við vitum betur, Já, aðallega undir þeim formerkjum, sko. Ég gerir mig fyllilega grein fyrir því og ég pæli mjög mikið í samfélagsmiðlum, sko. Og ég sá einhvers staðar á netinu einmitt daginn að það væri svona, þessi fyrstu persónuverndarmál væri svona að þau eru svona mjakast einhvern veginn af stað þar sem að börn er að kæra foreldra sína fyrir persónuverndarbrot áhrifavalda á hana. Já, ég nefnilega held, sko, ég pína áhyggjur af þessu því að nú er ég mikið að pæla í gervigreind og er að pæla í svona þeirri verðmætasköpun sem getur átt í staði í kjölfar gervigreindar og það sem að mun náttúrulega við erum að sjá núna bara úr skýrslum að hugverkaiðnaður mun koma til með að verða mjög stór hluti af bara, verðmætasköpun á Íslandi og er sífellt í auknum mæli að hasta sig völl og það sem ég hef áhyggjur af er einmitt út af því að í Bandaríkjunum þá eru minna af svona persónuverndarlögum en það gerir það líka verkum að í Evrópu þar sem er mikið af svona löggjöfum man ekki hvað hann heitir Dala eða eitthvað að þar eru þeir að lenda í því að verðmætasköpun er að fjarlægast Evrópu
í gervigreind út af þessum persónuverndarlögum. Þannig að ef við erum að fara að innleiða rosalega harðar persónuverndarlöggjafir, að þá erum við líka að fara að lenda í því að sú verðmætasköpun sem gæti ellegar orðið til hér verður þá til í Bandaríkjunum. Það er mjög vont. Þannig að ég tel að við þurfum svona samfélagslegt átak í því að hvað er heimskulegt að vera að birta til dæmis myndir af börnum á samfélagsmiðlum áður en að við þurfum að fara að láta ríki grípa inn í. Já. Þú ert ekki hrifin af ríkinu og ríkisafskiptum? Nei, ég held að ég og þú gætum alveg átt ákveðna samleið í því hvað varðar svona afskipti ríkisins af hverju eina Mér finnst að ríkið eigi ekki og ég var mjög mikill vinstrimaður, jafnvel sósíalisti, en það var svona byggt á ákveðnum svona anarkó-sósíalisma þar sem að ég tel bara að ríkið eigi að hafa sem minnst afskipti af okkur og að fólk eigi svolítið að eiga það sem að vinnur sér inn fyrir. Það er svona mín pæling í þessu og þá gerði ég mig grein fyrir því að það var eiginlega bara svona svolítið hægri stefna og eiginlega frjálshyggja. Og ég er mikill frjálshyggjumaður, ég er ekkert eitthvað svakalega íhaldsamur þrátt fyrir það að ég sé með ákveðnar taugar gagnvart í svona þeim undirstöðum sem ég tel að þurfa að liggja að baki því að við tökum skynsamlegar ákvarðanir. En svona heilt yfir þá er ég mikill frjálshyggjumaður sem að vill bara að ríkið láti mig í friði. Já, það er áhugavert þú segir þetta því að nú erum við hinnir hörðustu frjálshyggjumenn svona þessir jafnframt þeir hörðustu hvað ég segja, svona ríkisafskiptunum oft. En þú ert ekki þar? Nei, ég er ekki þar. Og ég held að ertu að tala um sjálfstæðismenn almennt? Já. Já, þeir náttúrulega, sjálfstæðismenn eru... Ertu sjálfstæðismenn? Nei, ég er óflokksbundinn. En sjálfstæðismenn eiga náttúrulega svolítið erfitt með að tvístara þetta í sundur, íhaldið og frjálshyggjan. Því að ef við hugsaum svona Venn-díagramma þá eiga mikla samleið en það er rosalega mikið sem að nær líka utan þess mengis og jafnvel stangast á. Og þetta er eitthvað sem að mér þykir alveg svona sjálfstæðisflokkurinn kannski leiða oft hjá sér einmitt hversu íhaldsamir eiga að vera og á kostnað hversu mikillar frjálshyggju eða öfugt. Þannig að ég er meira svona frjálshyggjumegin frekar en íhaldsmegin. Anarkisti, sem sagt. Ég er ekki anarkisti. Ég er ekki alveg. Ég tel að ríkið þurfi Pierre Poilievre er íhaldsmaður í Kanada sem ég er mjög hrifinn af og hann einmitt talar það bara ríkið á að skipta sér af mjög fáum hlutum sem að það á að gera mjög vel. Og það er svona mín pæling. Og ég veit að örugglega flestir sjálfstæðismenn myndu taka undir. Ég hef kosið sjálfstæðisflokkinn og ég haf mjög marga vini í sjálfstæðisflokknum og mér líkar vel við sjálfstæðisflokkinn. Alltaf tala það hvað lífið á Íslandi sé frábært. En þá þurfum við líka að gera okkur grein fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn var náttúrulega lengst af við stjórn þegar sú velmegun var sköpuð. Þannig að það er alltaf að tala það að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið rót alls íls en samt sem áður er lífið á Íslandi frábært. Þú getur verið bæði Hvernig? Þú getur verið bara ábyrgur fyrir því sem að hefur velfarið og líka því sem að hefur illa farið. Já. Það er alveg, það er bara... Það er ein pæling. Það er ein pæling, já. Ég meina það er ekkert endilega svart eða hvítt, þetta er allt svolítið núansað. Já. Þú virkar á mig svolítið svona þannig pælari, einmitt. Já, allt sé ekki svart hvítt. Já, það er rétt ég mér gaman líka, ég er mikill George Orwell maður. Og það var einhver, ég held að það hafi verið Christopher Hitchens sem lýst honum þannig að ástæðan fyrir því að hann væri svo áhugaverður var út af því að hann var alltaf að pæla í þessum eilífðarspurningum sem að hefðu að gera með mannlegt líf, dauðarefsingar til dæmis. Við erum alltaf einhvern veginn að takast á við það hversu harðar refsingar eiga að vera og svo erum við með almenning sem er rosalega sáttur eða ósáttur við hverskins refsingar, segir það meiri eða minni og þetta eru átök sem munu fylgja okkur svo lengi sem að mannkynið verður til. Og það er náttúrulega fullt af fleiri dæmum, bara jöfnuður, skipting auðs, bara eignir, hvernig á þeim að vera skipt. Og ég er mikið að pæla í þessum hlutum og er líka búin að sætta mig við það að ég mun líklega aldrei vera að koma með svar sem allir geta sætt sig við. Þegar við erum náttúrulega að koma með svar sem allir sætt sig við að þá búum við alræði. Það er pæling.
það er hinn pæling. Já, hvernig barn varstu? Ég held að, sko, ég er nefnilega viss að ég myndi fá svona einhverja svona spurningar og Varstu voðalegt krút? Já, ég ætla að... Augasteinn foreldraðina eða varstu óþekktur ormur, erfiður úlingur? Já, ætli ég hafi ekki, ég sko allt í bland að einhverju leyti, sko. Ég held að ég hafi... Ertu yngsta barn? Já, ég er yngsta barn. Það er ákveðið væp. Já, og hérna, en ég var, sko, ég var bæði gjafmildur en ég var líka frekur og þegar ég horfði tilbaka þá, hérna, hugsa ég oft þess að ég var of frekur, sko, ég held samt að ég hafði alveg gert það upp. Móðir mín lést í fyrra og ég hugsaði einmitt það, sko, hérna. Samsryggist. Já, takk fyrir það. Að hérna, ég held að mér hafi tekist að gera það. Mér fannst ég vera of frekur og ég ræddi þetta oft við hana, sko. Hún kannaðist ekki við það að ég hafi verið frekur, en það er náttúrulega bara della. Ég var mjög frekur. Þú veist bara litla barnið hennar. Já. Mömmur eru svolítið veikar fyrir yngstu börnunum sínum, sko. Við segjum við elstu börnin. Já. En já, ég var svona, ég ætla ekki að segja trúðurinn í bekknum, en ég hef alltaf verið svona fljótur að svara fyrir mig. Var ekkert svakalega átakasækinn fyrr en í rauninu fyrir hnefaleika. Ég þjálfa hnefaleika. Það er ekki fyrr en ég var 18 ára. Þannig að sem barn þá var ég svona, já, ég hafi ekki svona hallast að því að vera svona trúðurinn í bekknum, vildi hafa gaman í kringum mig. Var vinamargur, alltaf átt auðvelt með að eignast vini. Og svona, já, heilt yfir bara svona mjög hefðbundin vesturbæjaræska. Ég held að vesturbæingar tengja mjög mikið við það sem ég er að segja. Alveg svona mjög típisk vesturbæjaræska. Melaskóli, Hagaskóli. Svo fór ég MS hérna, og naut þess mikið, sko. Alltaf, að undanskildu því náttúrulega bara að vera með svona hefðbundnar úlingasveiflur, sko. Já. Það hlýtur að hafa tekið á þig að missa mömmu þína. Já. Var það eitthvað, lést hún á veikindum fyrir ekki spyr, eða var þetta eitthvað svona sem að gerist bara óvænt? Nei, þetta gerðist ekki óvænt. Hún var búin að vera með krabbamein í 20 ár. Úff. Já, og það er ótrúlega margt sem að ég hef lært af þessari reynslu, sko. Hún greinist þegar ég er að með minnir 12 eða 13 ára og ég man þegar maður fær fyrst svona fréttir, þá var þetta bara, já, ok, það er hálft ár eftir eða eitthvað þannig, maður gerir sér ekkert grein fyrir því þegar maður er svona ungur. En hún með alveg ótrúlegri þrautseigju, hún vorkenndi sér aldrei, hún var aldrei neitt einhvern veginn að vorkenna sér við okkur eða annað. Það var alveg ótrúlegt að fylgjast með því. Hún hefur í rauninni kennt mér gríðarlega mikið að vera ekki að vorkenna mér og svona gera líka miklar kröfur til annara það. En hérna, jú, þetta var, maður einhvern veginn svona maður heldur að maður sé rosalega tilbúinn út af því að þetta er búið 20 ár. En svo maður það ekki. Nei. Og hérna. Það er sorglegt, þú ert með lítið börn og svona, sem já. Missa af henni. Já, þetta var mjög erfitt. Og það er ár síðan, sér? Já, það er rétt rúmt ár síðan. Það er líka mjög fyndið, sko, hérna, ekkert mjög fyndið, en þetta orðaði þannig, að maður sko, ég undirbjó mig fyrir þetta örugglega 10 sinnum. Að svona kom alltaf svona bakslög eins og gengur og gerist með svona veikindi, að maður einhvern veginn heldur að, þú veist, þetta sé að fara að gerast núna og núna og núna og núna. Og þegar ég hugsa tilbaka þá er ég alveg gríðarlega þakklátur fyrir þann tíma, þessi 20 ár sem hún frá þeim og greindist. Það er einhvern veginn auðveldara að vera þakklátur fyrir þau ár út af veikindunum. Skrítið að segja. Maður er einhvern veginn, ég skil hvað þú. Það er einhvern ákveðin fasti að maður gerir ráð fyrir því að allir séu einhvern veginn eilífir, sko. Já, en líka einmitt að allir dagar séu, ég gætu verið sá síðasti, maður séu svona meðvitaðari það og þá aðeins meira á tónum kannski. Já, þannig að þetta var gríðarlega erfitt, en já, allavega, eins og segja, hún kendi mér alveg ótrúlega margt. Ég held að mamma mín hafi haft alveg ótrúlega mikil áhrif á mig. Hún var ekkert sérlega pólitísk þrátt fyrir það að vera svona. Hún var mjög ákveðin, mjög gjafmild
nefnd mjög vel liðin. Það var alveg ótrúlega mikið af fólki sem kom til mín og sagði að hún hefði haft mikil áhrif á þau. En já, það var þessi svona þrautseigja sem að hún kenndi mér. Ótrúlega úrræðagóð líka. Hún einhvern veginn fann alltaf bara út úr hlutunum og ég tek það svolítið með mér. Ég er svona að ræða við konuna mína. Hún vill alltaf vera búin að plana allt, en ég er rosalega mikið einhvern veginn bara, við finnum út úr því bara þegar því kemur. Sem er kannski gott yin og yang, því að stundum getur maður ekkert alltaf dregið hlutina og fundið út úr því seinna. En hún var alveg ótrúlega úrræðagóð og fann lausnir við öllu og gerði allt mjög vel. En pabbi þinn, eru þið nánir? Já, við erum mjög nánir. Já. Hann er pólitískur, hann er mjög rauður. Mikill vinstri maður. Ég er alltaf að reyna að toga hann til hægri. Það að ég hafi orðið hægri maður líka, ég held að þetta sé ákveðin, og því ég er með ákveðin, hvað heitir þetta, mótþróa, hvað heitir þetta, eitthvað röskun. Þrjóskuröskun, já. Eitthvað svona mótþróa þrjóskuröskun. Að einhverju leyti þá tel ég þetta alveg vera rétt í því tilviki, því að pabbi minn náttúrulega ól mig upp. Hann var aldrei að ota að mér einhverju pólitískri hugmyndafræði eða eitthvað þannig. En ég vissi alltaf hvar hann stóð og svo var móðurfjölskyldan töluvert meiri til hægri. En ég einhvern veginn til að þetta sé ákveðin mótþrói í mér að hafa orðið hægri maður til þess að vera mótvægi með hann og svo kannski verða börnin mín rosalega vinstri sinnu og svo þeirra rosalega hægri sinnu. Við sjáum til hvernig það fer. Mögulega. Mín uppreist var bara að fara á landafyllir í. Það ekki hass, en þú veist, það er allt til í þessu. Það er allt til í þessu. Pabbi hefði örugglega frekar viljað það heldur en að ég hefði hægri með. Þátturinn þinn, sem að þú hefur staðið í svona ákveðnu stappi með þennan þátt við fjölmiðlanefnd og sem að vill setja á þau stimpil fjölmiðils. Hvers vegna í ósköpunum viltu það ekki? Ég bara er ekki fjölmiðill. Það er ekkert það, ég vilja það ekki. Ef ég myndi vilja fara út í fjölmiðlamennsku þá myndi ég gera það, en ég aftur á móti geri það ekki. Og ástæðan, þetta kemur líka svolítið inn á það sem við vorum að ræða hérna í upphafi orðin. Að það er mjög mikilvægt að við höldum í þær skilgreiningar sem við erum með til þess að við séum með eitthvað staðlað til þess að við getum tekið ákvarðanir í kjölfarið. Ég hugsa mikið leikjafræði og pæli í því að við þurfum að hafa upplýsingar og allar þær upplýsingar sem við höfum gerir það verkum að við tökum þær ákvarðanir sem við tökum. Fjölmiðlanefnd krefst þess að ég skrái mig sem fjölmiðil og ástæðan segja þau er að ég er með ritstýrt efni þar sem ég er að fá greitt fyrir sem er birt á ákveðnum dögum á ákveðnum tímum. Hlaðvarpið mitt er ekki spilað eða sem sagt birt á ákveðnum tíma á ákveðnum dögum. Ég í rauninni bara vinn efni og svo birti ég það. Ég er að fá greitt fyrir það en það er einfaldlega bara út af því að fólk vil heyra mínar skoðanir. Ég tel að núna í þessu ástandi þá þykir mér sérstaklega mikilvægt að berjast í þessu einfaldlega út af því að fjölmiðlar það er erfitt að reka fjölmiðil. Sérstaklega fyrir þá sem að þið hérna rekið fjölmiðil og talið ykkur sem slíkan. Þú hefur verið í fjölmiðlum lengi. Þú veist alveg, vel og ég, að til þess að reka fjölmiðil þá þarftu til dæmis að vera tilbúin til þess að bíða fyrir utan stjórnarráðið í 6 tíma til þess að ná 2 mínútum með bjarnarbeðin það hvaða fjárframlög þeir ætla að fara að setja á laggirnar. Þetta er eitthvað sem ég ger ekki. Ég sé... En fjölmiðlar getur náttúrulega verið alls konar. Ég meina Marta María er gott dæmi fjölmiðlamannesku sem kannski bara fór svona svolítið óhefnbundnar leiðir en er enga síður eiginlega svona burðarstólpi mbl.is. Já, og nær mikilli athygli þar. En hún aftur á móti er bara í miklu meiri upplýsingaöflun heldur en ég er. Ég er álitsgjafi. Ég er bara að segja mínar skoðanir og ég vil passa mjög mikið upp á að því sé haldið til haga. Þegar fólk kemur og hlustar á minn þátt, þá er það að fá mínar skoðanir á hlutunum. Það er upplýsingaöflunin á sér stað í gegnum fjölmiðla. Það er að segja, ég þarf að afla mér upplýsinga í gegnum efni annarra. Og til þess að ég geti borið virðingu fyrir þeirri
efnisöflunar, þar að segja þeir eru að sækja upplýsingar víðsvegar á samfélaginu og setja það inn eitthvað staðla form, óháður fjölmiðlar sem að eru að birta eftir bestu getu bara upplýsingarnar en ekki einhver svona áróður inn á milli. Ég að segja mínar skoðanir og það mjög það fast bundið við það sem að mér finnst og mér þykir bara mjög mikilvægt að við aðgreinum þarna á milli. Já, hvað myndirðu þá kalla þetta? Kalla hvað? Hvað heitir þá þetta fyrirbæri sem ekki álitsgjafi? Álitsgjafi? Já, ég álitsgjafi og ef að það hjálpar ekki fólki, ég bara í hlaðvarpi, ég líka ef þú pælir í því, það eru ótrúlega margir núna í hlaðvarsgerð og ótrúlega mikið af því sem á sér stað í hlaðvörpum verður fréttnæmt. Það bara mjög mikið af efni sem að verður fréttnæmt sem að kemur upp úr hlaðvörpum. Mér þykir bara hlaðvörp eiga að geta staðið undir því nafni sem það Fólk alltaf að segja mig að hvað eru hlaðvörp? Við erum það. Þetta eins og að segja hvað sjónvarpsstöð. Það nákvæmlega það. Þannig við eigum alveg... Hvað myndirðu setja samstöðuna í þessari pælingu? Því að nú erum við hlaðvörp, sjónvarp, útvarp, við erum með samstöðum.is sem ekkert gríðarlega virk fréttasíða en svona, hún í einhverju virkni, einhver síður. En það ekki, svo í skjótan inni, var það ekki líka eitt af þeim atriðum sem þurfti að vera uppfyllt til þess að þið getur sótt fjölmiðlastyrk? Það þarf að vera ritað orð. Jú. Já, nákvæmlega. Þannig að ég alveg saman, og þannig til dæmis fjölmiðlanefnd að fara gegn því sem að ég þyrfti þá annars að uppfylla það hvað ég þyrfti. Þú þurftir að vera með síðu. Nákvæmlega. Já. Og ég ekki með slíka síðu og ég ekki í slíkri efnisgerð. En svo ég svaraði fyrir með samstöðuna, þið voru til dæmis með frétti vikunar, ég var pínu sammála Jakobi Bjarnar það, þið eruð bara að taka efni sem aðrir bjuggu til og fjalla það. Já, það var alltaf bara algjörlega á hreinu. Já, ég veit það, en þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi setja samstöðina sem, því að þið eruð öll fjölmiðlamenn og hafið starfað sem slíkir, þið eruð að taka viðtöl sjálf, Björn Þorláksson var nú með eitthvað viðtal hérna í fyrradag í gær, sem að flestir fjölmiðlar voru að fjalla einmitt það fer ekkert svakalega í taugarnar á mér ef að fólk vill tala sig sem fjölmiðla og svo svolítið svona útvíkkað hugtaki út frá því. Hins vegar þegar fólk farið að segja, það enginn sem myndi segja við bakara að þú ert bakari alveg sama hvað þér finnst. Bara ef mér finnst gaman að baka skonsur, að ég myndi þurfa að skrá mig sem bakara, þá myndi ég segja, nei, ég ekki bakari, ég vil ekki skrá mig sem slíka, bara jú, þú ert það víst. Ég skil hvað þú ert að fara. Fjölmiðlar eini starfsvettvangurinn, þar sem þú ert krafinn að segjast vera eitthvað sem þú ert ekki. Og mér finnst nú, á þeim tímum, þar sem allir eru farin að skilgreina sjálfa sig hvað sem þeir vilja, þá finnst mér ég ætti bara að fá að segjast vera ekki fjölmiðill. Já, mér finnst þú ættir eiginlega alveg að mega það líka. Það ekki? Þú sammála mér í þessu? Ég bara svona, nokkuð sammálaðir Ég líka bara svolítið hlindi að fólk fá að kalla sig það sem það vill vera kallað. Já, ég líka. En þátturinn þinn þú svona ryðst fram á sjónarsviðið mjög svona kröftulega. Fólk talar mikið þættina þína, þeir eru einhvern veginn út allt, feedið mitt alveg snarfullt af klippum úr þættinu þínum. Ég veit ekki hvernig þú ferð að því, þú þarft eiginlega að kenna mér það að ná svona víða. Já, fyrir mig vera eftir þáttum. Hvaðan kom þessi hvati einhvern veginn að byrja með þetta hlaðvarp? Ég byrjaði 2019 með hlaðvarpið og var með þetta sem svona algjört hobbyprojekt. Ég var náttúrulega að þjálfa mjög mikið, að þjálfa aðeins minna þó ég sé ennþá að þjálfa. Og ég var á einhverjum tímamótum, að segja 2024, þá var ég svolítið á þeim tímamótum. Ég þurfti svolítið að fara svona ákvað hvað ég ætla að gera með þetta, þangaði svona að taka einhver skref í átt að einhvernum breytingum. Varstu þá að fjalla íþróttir eða varstu... Nei, þá var ég bara að fjalla nákvæmlega sama, bara náði ekki jafnmikilli athygli, En ég tók viðtal við Kristrúnu Frostadóttur útlendingamál sem að náði mikilli athygli. Og svona strax í kjölfarið á því langar mig að segja hafi ég tekið svona smá ákvörðun það
bara hvort að ég ætla að gera þetta einhverju alvöru eða halda þessu áfram sem einhverju hobbyprojekti. Og ég hef samband við vin minn sem er kvikmyndagerðarmaður og spurði hann bara, ok, ef ég ætlaði bara að gera þetta af alvöru, hvað myndi ég þurfa? Og hann sagði bara, þú veist, það er heimskulegt að kaupa þetta en þú getur keypt þetta. Og ég einhvern veginn bara kaupi þetta án þess að vita nákvæmlega út í það hvað það myndi leiða. Og þá fer ég að setja efnið fram á kannski meira svona atvinnumanna máta. Efnið sem ég er að skapa tók svona gæðakipp og þar í kjölfarið fer ég svona að eyða töluvert meiri tíma í það að búa til svona strategíur það hvernig ég myndi einmitt birta efnið og hvernig ég myndi einmitt eins og þú varst að tala áðan með samfélagsmiðlana, hvernig ég myndi skapa þann vettvang að það myndi ná mikilli athygli og hér eru við í dag. Og hér eru við í dag. Ertu ekki bara svolítið stoltur af þessu? Og bjóstu við því að þetta myndi einhvern veginn verða að því sem það er í dag? Nei, ég gerði það ekki. Ég einhvern veginn gerði ekki ráð fyrir og ég veit ekki alveg hvar það stendur í dag en þetta byrjaði eiginlega að taka mikið kipp sko, eftir að ungt fólk, ég fór að skoða tölunar og þær voru alltaf svona að malla upp á við en semstöðlega svo tók ungt fólk og fór mikið að hlusta sem kom mér pínu á óvart út af því að ég er alltaf bara að tala hvað ungt fólk sé vitlaust og nennir ekki að gera neitt og fer bara í kulnun og vælir yfir hlutunum á TikTok en þú svona reitsbeita þau bara ég að hlusta á þig? Nei, en þau peppa rosalega mikið, sko. Já, ok. Ég vona, ég er örugglega sko, ég er aldrei með eitthvað reitsbeit, svo stundum fæ ég einhverja sendingar eitthvað, vá, frábært reitsbeit og ég er bara samt að segja það sem ég finnst, en ég bjóst ekki við þessu, en og að einhverju leyti, sko, þá hefur þetta tíðarandinn einhvern veginn tók meira utan mig heldur en ég hann. Ég held að með Stefánin er þú stórvinnið þinn, eflaust, Ég held ég hafi aldrei hitt hann. Í alvörinni? Það var ekkert að fá hann í viðtal. Nei, takk. Maður þarf að draga línu einhvers staðar og mín er þar. Já, en með hann sko var í Dóri DNA sagði þetta í viðtali hjá mér. Hann sagði sko Stefán er búinn að segja það sama í 20 ár. Það er bara út af því að tíðarandinn er svolítið svona núna að þá allt í einu tekur hann rosa stök. Ég er ekki sammála Stefán Einar allt en ég er sammála honum margt. Eins og hvað samt? Hann segir bölvaða vitleysu. Já, það er bara ýmislegt efnahagsmál, alþjóðamál. Ég er alveg sammála honum oft sko. Hann gengur mjög hvasst fram. Það er munur á okkur. En ég einhvern veginn er ekki reiður út í hann eins og allir. Og ég er heldur ekki, þetta er líka svolítið svona eins og hægri menn, þá er ég ekki að tala hann sérstaklega, að hægri menn verða alltaf rosalega einhvern veginn reiður út í vinstri menn. Ég verð ekkert svakalega pirraður út í fólk. Ég horfa á þetta bara eins og boxring, sko. Það er að segja svona hlaðarskerð og stjórnmálun almennt og svona álitsgjafar og fleiri. Ég horfa á þetta sem boxring, þannig að mér líkar aldrei neitt svakalega illa við fólk. En mér finnst alltaf í lagi að þú þarft ekki að draga úr höggunum þegar það er debatt, skilurðu. Það er svona mín leið að takast á við þetta. En ert þú ósammála Stefánar allt? Það sem ég séð á honum allavega undanfarið, já, alveg bara held ég í einu allu, sko. Já, nei, en með stoltið, sko, ég er svo mikill autopilot maður, sko, ég er einhvern veginn bara alltaf að gera og svo einhvern veginn tekur eitthvað kipp og ég er ekki með neina samfélagsmiðla á símanum mínum. Þannig að ég veit aldrei hvað tekur Af hverju ertu ekki með samfélagsmiðla á símanum? Maður verður bara svo óútskýranlega heimskur að vera mikið á samfélagsmiðlum. Bara ef þú ert að skrolla samfélagsmiðla þá verður heimskari heldur en að þú hefðir ellegar orðið. Og mér finnst ég vera nægilega vitlaus til þess að hafa efnaði að vera á samfélagsmiðlum. Þannig að ég reyni að
verja tíma mínum í allt annað heldur en að vera á samfélagsmiðlum. Samt einhvern veginn treystur á að efnið þitt komist til skila gegn samfélagsmiðla? Já, við ætlum að fara yfir þetta. Ég er nefnilega með síðu sem að gera þetta fyrir mig. Já. Það er gervigreind, kallar mig. Það er gervigreindin einmitt. Það er eitthvað svona sem að miðaldra konur þurfa að fara að kynna sér. Er það nú enn eitt? Já, en sko, það sem er gott við gervigreindina er að hún í rauninni aðstoðar þig við að aðstoða sig. Það er svolítið regin munurinn. Ég átti í samtali við Guðmund Hafsteinsson, ég heldur reyndar að hafi komið í fyrra viðtalinu sem ég tók við hann. Hann sem sagt skapaði meðal annars Siri eða kom að því að búa til Siri og vann hjá Apple og Google og er örugglega sá maður sem er hvað merkilegastur og enginn veit af á Íslandi. En hann einmitt sagði þetta sko að það sem er svo gott við gervigreindina er að einmitt fyrir þá sem eru svolítið svona tækniheftir og er ekkert góðir í svona hlutum að þá er þetta sérstaklega auðvelt fyrir þá til þess að takast á við aðstæður. Þannig að þetta mun allt koma. Þetta verður bara betra fyrir miðaldra konur. Já, kannski. Ég er samt ennþá lifi í voninu að internetið sé bóla, sko. Ég horfi svona til gömlu góðu dagana þar sem að það þurfti að hringja inn svona með módeminu svona. Já, ég er líka þar. Svona þegar þú hringdir og heyrir einmitt, og vissir eitthvað var á internetinu. Já, einmitt. Það voru góði tímar. Já, það voru góði tímar og þú gast ekki verið mjög lengi. Þú þurftir að sinna, ég veit ekki hvort það var, þú fórst á, þú veist eitthvað svona, mtv.com eða eitthvað svona. Við viljum gamla góða Ísland tilbaka. Já, við viljum bara, eða bara svona globally, sko, kannski bara internetlausan heim. Það var einhvern veginn einfaldari, það virkaði allavega einfaldari. Já. Það var þannig. En þú fær til þín ansi umdelda aðila oft og þú hefur komist í fjölmiðla og jafnvel svona deilur út á við vegna skoðana þinna og viðmælenda þinna. Útlendingamálin, alltaf bara svona fyrst og fremst. Heldur að það sé til dæmis eitt af þessum málum sem er bara svona tíðarandinn? Eins og sagðir að Dóri Díana hefði sagt. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því. Ég held sko að útlendingamálin hafi komist á dagskrá út af því að fólk tekur eftir augljósum breytingum á sínu samfélagi og að fólk hefur áhyggjur af því sem hefur til dæmis gerst í Evrópu. Fólk er bara hræðist breytingar. Það er bara einhvern veginn svona í manns eðli. Já, en svona sérstaklega þegar að það horfir upp á þær breytingar sem hafa átt sér stað víða í Evrópu og þá hefur fólk bara einfaldlega áhyggjur af því að það muni koma til með að gerast hér. Hvaða breytingar eru það? Það er bara einfaldlega að það eru orðin mismunandi samfélög innan landa sem að höfðu ekki mismunandi samfélög þar áður. Það mun koma til með að valda samfélagslegum usla, það mun valda því að það verði minna félagslegt traust, það mun valda því að velferðarkerfið mun ekki vera jafnvel í stakk búið til þess að takast á við áskoranir að varða öldrun og fleira einfaldlega út af því að verður ekki pólitísk eftirspurn eftir því að sameiginlegir sjóðir munu koma til með að grípa alla. En þú veist, en það er náttúrulega samfélagið þetta bara að stækka og breytast og þróast og verða alls konar einhvern veginn. Ég meina, við getum hort á bara New York borg til dæmis sem svona samfélag sem er, ég meina, margskipt jafnvel samfélag. Já, en það gerir það ekkert að verri borg? Nei, þá þarf sko, en ef við ætlum til dæmis að fara að bera okkur saman við Bandaríkin þá þurfum við náttúrulega bara að fara að endurskoða það hvort við ætlum að hafa áþekkt skattkerfi og áþekkt velferðarkerfi og er í Bandaríkjunum. Ef það verður eftirspurn. Ég er ekki að meina þannig, sko. Ég er meira að meina bara, þú veist, ekki meina, við getum líka bara verið í Ísland og við getum bara fundið út úr því, bara, þú veist, as we go, svolítið, þannig virka samfélög, svolítið. Ég meina, ef að þú ert bara með hópa fólki sem er hérna á eyðeyju og svo bara eitthvað svona bætast einhverju nokkri við og þú veist, bara vex og stækka samfélagið einhvern veginn eftir því sem að fólkið vill og þróast einhvern veginn, eða ekki? Það hefur allavega ekki virkað hingað til og ástæðan fyrir því til dæmis að... En af hverju segir það? Því að, þú veist... Hvar hefur það virkað? Að samfélög bara verða til. Þegar við erum að tala um fjölmenningu, hvar hefur hún virkað í Evrópu nýverið? Fjölmenning? Já. Þegar við erum að tala um fjölbreytta hópa sem að koma saman, hvar hefur það virkað til dæmis í Evrópu? Það bara virkar alla Evrópu. Af hverju eru þá stjórnmálin alfarið að snúast einvörðungu þessi mál? Það er það sem ég var að spyrja þig. Já. Og ég tel að það sé út af því að menningarleg einsleitni er undirstaða þess að við rekum velferðarsamfélag. Við getum alveg sagt... Guð, þetta er svo hræðilega leiðileg setning, sorry, ég var að stoppa þig. Menningarleg einsleitni... Já, grundvöllur þess
að hægt sé að reka velferðarsamfélag. Allir séu bara eins og þá verði allt svo frábært. Ekki allir eins, en aftur á móti að við séum með sameiginleg gildi varðar svona grunnþætti. Hefurðu búið í útlöndum? Já. Já, hvar? Ég búið í Bandaríkjunum. Sem innflytjandi? Já, í 2 ár. Ég veitt ári af mínu lífi á Indlandi. Já. Ég búið þar. Ekki búið í Evrópu. En ég hef verið mikið í Evrópu, ferðast mikið heiminn, en og já, það sérstaklega eftir veru mín á Indlandi, þá fór ég að gera mig grein fyrir nákvæmlega þessum skoðunum, að þetta væri eitthvað sem væri fallegt í hugsun, en myndi einfaldlega ekki virka. Og ég las frábæra bók eftir Paul Collier, sem ég veit að samfélkingamennur reyndar sérstaklega ánægði með. Hann fjallar einmitt þessi mál, þar sem hann fer yfir töluleg gögn það hvernig þegar að mismunandi hópar sem eru með mjög mikla menningarlega gjá, hann skiptir þannig upp að menningarlega gjá og fjöldi fólks, strax svo fjöldi fólks getur alveg flutt á milli landa, en ef að menningarlega gjáin mikil, að þá gengur það ekki upp. Og einfaldlega bara út af því að við viljum hafa ákveðin sameiginleg gildi og eftir því sem að sameiginleg... En við þurfum ekki alltaf að hafa eitthvað sameiginleg gildi. Nei, en ef það ekki sameiginleg gildi... Við gerum eitthvað, þú veist, og nú sitjum við hérna og við erum ósamlega margt, en þú veist, ég ger enga gríðarkröfu til þín, þú veist, hvernig þú hagar þínu lífi. Nei, en þetta bara, þú veist, ef þú ert ekki fáiði, Já. Þú veist, og meiðir ekki aðra, þá bara, þú veist, erum við toppmálum, við getum alveg búið í sama samfélaginu. Já. Við borgum í skatta í sameiginlega sjóði og þar fram undir götunum. Já, en skattar í sameiginlega sjóði eru háðir pólitískri eftirspurn. Það til dæmis ef við tölum það sem að gerast í Evrópu, það ekki bara út af því að það eru ákveðnir aðilar að tala á svona mikið útlendingamál að þeir sé að ná svona góðum árangur í kosningum. Jú. Nei, það er svolítið það. Þeir myndi ekki fá kosningu nema fólk myndi vera sammála þeim það að það séu breytingar sem þeir eru ósáttur við í því samfélagi sem þeir eru búið í áratugum saman. En þetta bara, þú veist, að því við tölum reitsbeitt hérna, þú veist, þetta er bara nákvæmlega sama. Þú veist, þú bara býr til eitthvað svona, þú veist, eitthvað þyrlar upp eitthvað reki, ég meina miðflokkurinn bara at þetta again. Bara núna í lokviku sjáum við miðflokksmenn einhvern veginn fetta fingur út í regnbogafána. Hverjum ekki drullu sama þú veist að regnbogafánin blekkt eitthvað við hún auðvitað, bara who cares, en samt sem aður erum við að tala það. Þetta er bara sama með útlendingamálinu, þetta er einhvern veginn svona að búa til, einhvern svona glundróða, hatur, eitthvað, og þú veist þetta er hinn raunverulega hætta í samfélögum, ekki fjölmenning. Fjölmenning er frábær. En ég menna bara eins og við höfum orðið þess áskynja að það hefur gengið verr að taka til þess að móti Palestínumönnum sem við höfum tekið á móti og það hefur verið erfitt að ræða þessa hluti. Getum við bakkað hérna? Af hverju hefur gengið verr að taka á móti Palestínumönnum? Nú langar mig að heyra að því að nú þekki ég ansi mikið af fólki frá Palestínu sem að bara gengur ofboðslega vel og upplifir sig bara sem part þessu samfélagi. Það auðvitað hefur alls konar hefðir sem að því finnst bara mjög skemmtilegt að fá að deila líka með Íslendingum. Ég meina, ég á svona palestínska fjölskyldu núorðið sem að eyðir með mér jólunum þrátt fyrir að vera múslimar. Þú veist, þannig að við getum ekki alhæft svona hópa. Nei, vandinn er sá að fólk er bara að taka eftir breytingum í sínu samfélagi og hvort sem að það er rétt eða rangt þá allavega hef ég heyrt í lögreglumönnum sem að segja við mig að þetta hefur gengið erfilega. Hvað félagsráðgjöfum að bara það hefur verið aukin afbrotatíðni og fleira og afbrot sem við höfum ekki verið að sjá, við getum tekið Höfðatorg sem dæmi eða eitthvað þannig og Hamarsleiðina Höfðatorgi. Já, en óháð því þá var þetta eitthvað sem að gerðist hvort sem að það voru Hamarsleiðar eða ekki. Þeir voru það náttúrulega ekki að því að tveir þeirra voru frá Vesturbakkanum, einn var frá Ísrael, þannig að það er ekki Hamas á Vesturbakkanum, svona svo það sé sagt.
Það hafa, sko, þegar ég sagði þér að ég hefði farið í ákveðnu uppreisn þegar ég var unglingur. Ég drakk landa og reykti hass. Ertu ekki ennþá í uppreisn? Nei, alls ekki. En sko, þá voru líka svona fíkniefna uppgjör, þú veist, skuldir, fíkniefna, eitthvað svona, þú veist, það voru gæjar að hittast í bílakjöllurum, borin nýjaskiljar, allt þetta. Og einhverjum tímapunkti átti ég vopn, eitthvað svona, þú veist, það voru allir með svona hnífa, svona butterfly eða eitthvað, heita ekki, þú veist, þetta er ekkert nýtt. Ok, kannski þetta bara... Þetta fylgir kannski ákveðnum afkjöfum undir heima. Dópsalar eru náttúrulega bara dópsalar vegna þess að þeir fá fyrir það pening og það eru yfirleitt bara einhverjir Íslendingar á kaffibarnum sem að kaupa þeim, sko. Þannig að þú veist, þetta er svona... Já, ég hef náttúrulega mikið fjallað með þessu mál og við getum kannski bara verið ósammála það hvort að þetta sé sérstaklega mikið vandamála eða ekki. En aftur á móti að ég hef reyndar sagt, sko, og ég er með unga stráka sem eru múslimar hjá mér í boxinu og ég veit alveg að reiðin mun beinast að þeim ef að við lögum ekki þetta vandamál. Þú segir 100%. Að við þurfum að laga umræðina, ég tel að við þurfum að laga félagslega vandamál og annað. Kannski er þið rétt einhvers staðar á milli. Ég held að við séum sammála þetta með, sko, félagslega vandan, félagslega þáttinn. Ég meina, ef að þú jaðarsetur fólk markvisst, þá þetta stendur það upp á einhverjum tímapunkti og kýlir frá sér, sko. Þú veist, það vill vera partur af samfélaginu ef það fær það ekki, ef það upplifir sér óvelkomið eða er ítt til hliðar, þá ertu að búa til ákveðna gjá sem er ekki endilega menningarleg, sko, heldur félagsleg og það er svolítið það sem við höfum verið að sjá í umræðinni, það sem við erum að gera með því að vera stöðugt að benda á ákveðna hópa í samfélaginu sem eitthvað slæma þrátt fyrir að meginþorri hópsins sé bara alveg frábært venlegt fólk. Ég bara sammálaður þannig, sko. Og þetta er ákveðin svona leiðindar angi þess að tala ýmis vandamála, þá ertu náttúrulega bara einhvern veginn að stimpla hópa. Og ég hef velt í einmitt fyrir mér, sko, hvernig við kælum þessu umræðu og ég tel að, sko, hælisleitendakerfinu verður alltaf lokað. Það bara, þú veist, pólitíska eftirspunnin er það mikil. Þú sér að þessi ríkisstjórn er jafnvel að, eins og þú varst held ég að segja í viðtali í gær, að þeir eru byrjuð að kaupa inn fyrir þessar lokuðu hælisleitendabúðir. Þannig að við getum alveg með fullvissu, þú veist, ef að þetta er að gerast þegar vinstri stjórn er, þannig að þetta skriðþungi verður miklu meiri þegar hægri stjórn kemur. Þetta er alltaf ekki vinstri stjórn, bara svo því sér en hún er eins vinstri sem hún verður í núverandi pólitíska ástandi. Þú veist, bara kratskonu krat, eins og sagt þér. En hælisleitendakerfinu verður lokað og það er bara, þú veist, við getum rætt þetta í 6 tíma, en það bara mun gerast. Og það sem ég er að velta fyrir mér, nú erum við komið með hópa hingað og það er eins og þú segir, fullt af fólki sem er að gera frábæra hluti. Og því velti maður fyrir sér, hvernig myndum við kæla þessu umræðu, óháð því hvort að við séum sammála það hvort að þetta sé vandamál eða ekki, að þá tel ég að fýsilegast væri að það væru engar bætur fyrir þá sem eru erlendir ríkisborgarar, heldur að fólk myndi hafa raunverulegt tækifæri til þess að fá sér störf og annað sem ég veit að þeir hafa ekki í dag, en að við myndum loka hælisleitendakerfinu og að fólk geti ekki verið á bótum. Og það myndi ég telja út af því að vinnumarkaðurinn sé besta... En þú veist, þú þurftir samt, ég meina við getum ekki fengið fólk hérna sem, eða þú veist, við verðum náttúrulega að hjálpa fólki eða þarf á því að halda. Nei, ég held að bara fólk myndi alltaf geta bara hjálpað sér sjálft með því að sækja atvinnu og fleira. Já, ég held það reyndar líka og ég meina eins og ég hef talað um áður, þá er, þú veist, rosa gott dæmi hvað er vel gert í flóttamannamálum er þegar Úkraínufólk fekk QR-kóðan sinn. Það bara kemur og lendur á flugvellinum og þar er bara risa spjald með QR-kóða fyrir úkraínst fólk. Þar sem það bara fær læknist tíma, einhver ráðgefandi viðtal og kennitölu. Þetta er rosa einfalt. Við sjáum ekkert eitthvað brjálæðislega mikið að fréttum á Úkraínufólki sem er einhvern veginn á mis eða skjön. Nei.
En það einfaldlega vegna þess að þeim gert kleift aðlega samfélaginu bara á sko bókstaflega fyrstu metrónum hérna. Já, en ég tel reyndar líka það séð út af þeir eru töluvert menningarlega nær okkur. Ósammála. Já, ég veit það, en ég bara, þú veist, ef við tökum til dæmis bara, það að þetta koma okkur á óvart samt líka svolítið skrítið. Ef þú flytur inn 400 manns sem að með kemur á samfélagi þar sem að glæpatíðni töluvert hærri heldur en á Íslandi, þá ætti ekki að koma okkur á óvart að svo glæpatíðni heilt yfir hópinn. Það ætti ekki að koma okkur á óvart. Glæpatíðni í Úkraínu ansi há. Já, en ég að segja, þú veist, það svona ætti ekki að koma okkur á óvart, en ef það hefur ekki gerst, þá bara það frábært. En ég að segja að við eigum ekki, þú hefur séð þetta í sambandi við leigubifreiðarnar. Það bara, þegar það eru sómalar sem koma hérna í leigubifreiðar frá Mogadishu, þá ætti ekki að koma okkur á óvart að þeir flytja inn menningu þaðan inn í íslenska leigubílamarkaðinn. Það svona hlutir sem að fundist mér. Sorry, þú veist, ég var mjög erfitt með að ræða þetta, eitthvað svona sómalir og þú veist, að þú veist. Nei, ég tók þess að dæma út af því að bara, það önnur menning í Sómalíu með leigubíla, skilurðu. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, menning, það menning, þú veist, sama fólkið og einhvern veginn svona fettir fingur út í að tala sig nauðgunarmenningu til dæmis. Það þreytist ekki á að tala eitthvað svona ósiði sem menningu. Þú veist, sko, og ef við ættum að taka þetta á eitthvað dýpt þá það bara kallar sem eru vandamálið. Það eru kallar sem með að kalla konur, börn, sjálfa sig. Já, við getum stimplað þann hóp. Einmitt. Og þú veist, ég meina, það þá ekki bara lausnin? Drepa alla kallmenn. Já, eða bara senda það okkur burtu. Nei, það geta verið bara einhvers staðar á okkur, þú veist, einhverju Epstein Island bara með sjálfum sér, bara í friði fyrir okkur hinum. Já, svo lengi sem að ungu stúlkunnar fylgir ekki með það. Nei, það bara, þú veist. Nei, ég sko, það náttúrulega bara ýmislegt í þessu, en ég rosalega mikið í því að reyna að finna lausninar og ég tel bara að ef við myndum loka hælisleitendakerfinu og að þeir sem eru hérna hafa tækifæri á því að sækja sér atvinnu, að þá myndum við, sko, þetta myndi hverfa eins og dögg fyrir sólu. Öll þessi umræða. Og ertu þá að meina að bara, þú veist, við myndum ekki taka á móti, þú veist, fólki á flótta sem flóttafólki, en það geti komið hingað, fengið kennitölu og farið beint að vinna? Nei, það er bara þeir sem eru hérna, við myndum bara taka vel á móti þeim, en við myndum ekki vera að taka á móti fleirum. Sér til dæmis eins og núna var BBC umfjöllun. En hvernig myndirðu aðgreina, þú veist? Ég myndi ekki aðgreina, ég myndi bara segja að allir sem eru hérna komnir, og þeir fá tækifæri til þess að vinna fyrir sér, en það eru ekki fleiri að fara að koma inn í landið. En við bara, þú veist, við erandi, þú veist, hérna landi og eyja líka í svona alþjóðasamstarfi og við hefum allt okkur undir alþjóðasamstarfinu. Við erum náttúrulega aðilar að hinum ýmsu samningum sem að bara kveða á að við eigum að taka á móti flóttafólki. Við getum líka heldur ekki verið, þú veist, hlut af NATO eða einhverju... Ég held að NATO myndi ekki fara út í okkur fyrir það að loka hælisleitendakerfinu. En við getum ekki tekið þátt í að sprengja híbýli heimkynni fólks með NATO og svo neitað að taka á móti þeim sem að flýja undan sprengjureglunum, sko. Þú veist, það er bara ljótt. Já, ég alveg sammálaður að afskipti vísvegar heiminn með sprengjuregni alveg óþolandi og ég alveg sammálaður þar. Svo getum við farið það hvort að Íranir séu að þróa þessi kjarnavopn og hvort að við viljum það. Það er alltaf haram, þannig að það er alveg komið í ljós að svo verð ekki, sko. Er það 100%? Já. Ok, en allavega, þessi útlendingamál að þá tel ég að Evrópa mun færast mjög hratt í átt að því einmitt, þeir eru núna bara undirbúa það að ekki bara hætta að taka við umsóknum heldur að flytja flesta sem hafa komið úr landi. Sjá núna að Þjóðverjar... Þú veist, ég veit að það er gott í þér. Já. Við erum að tala fólk, sko. Já, ég veit það. Manneskjur. Ég veit það. En ég, sko, og þú veist, við getum alveg verið með einhverjar hugleiðingar það hvað okkur þykir gott og hvað okkur þykir vont. Fólk hefur aftur á móti mjög miklar áhyggjur af þessu og mun kjósa í
samfloti við það, bara eins og sko, það er ekki á ástæðuleysu að Friedrich Merz núna að segja 800 sýrlendingar munu vera sendir heim og heldur með því En hugsaðu þér að tala svona manneski. Já, ég er ekki að tala það, ég er að tala sko bara pólitískan raunveruleika. Já, en þú veist, pólitíkin alltaf má aldrei hætta að hverfast sko mennskuna. Þú veist, leið og þú veist að við förum einhvern veginn að gera pólitík úr því að þú veist að setja einn hóp ofar heldur en annan, þú veist, þá erum við komin á mjög vondum stað. Þá erum við tala líka að afnema lýðræði, skilur, að vilji fólks get ekki verið fyrir hendi út af því að við erum... Vilji sums fólks? Já, en ég meina ef það er meiri hluti fyrir því, að halda í harða útlendingastefnu, að þá þurfum við væntanlega að lúta því og við getum ekki sagt bara nei, það er mann og mennska. Meiri hlutin á jörðinni bara hefur ekki kosningarétt, skilur við. Þannig að þú veist, nei, en við erum að tala á Íslandi, þá erum við að leggja niður lýðræði á Íslandi til þess að þóknast þessum sjónarmiðum. Bara breyttu landslægi í veröldinni, hreinlega. Það er rosalega mikið af fólki á flótta í mannkið, þú veist, þetta eru 200 milljón manns eða eitthvað sem eru á flótta. Eitthvað starf verður þetta fólk að vera. Þetta eru manneskjur, þetta eru börn, þetta eru fjölskyldur með, þú veist, vonur og drauma. Þetta eru alls konar snillingar í músík og vísindum og sem að fá einhvern veginn aldrei séns og við erum bara búin að svona afmennska þetta fólk og viljum halda þeim utan við okkar samfélag einfallega vegna þess að við lítum á okkur sem eitthvað, þú veist, einhverja heilaga kýr hérna þú veist, á Ballarhafi. En sko, ef að þú getur tekið að móti til dæmis 4 milljónum af þessum 200 sem eru að flótta til Íslands á morgun. Getur auðvitað gert það. Myndur bara segja já? Já, þú veist, það er þessi svona físíski ómöguleiki sem ég held að flestir sé að tala að þá bara ertu að segja að við ætlum ekki að vera með Ísland. Það myndi allt breytast innan. Ef við verum mikið á Indlandi, þar eru mjög mikið af fólki, ef að við myndum taka móti 200, eða segjum bara 10 milljónum Indverja, væri sko Ísland eins og Indland í kjölfarið, eða væri þessir Indverjar eins og Íslendingar í kjölfarið? Það er mjög líklegt að þeir yrðu alveg eins og Indverjar og myndu halda í sína sið og menningu ef að svo stór fjöldi myndi koma og bætum bara í ofanálag að þeir myndu hafa hús og allt en þá myndi Ísland verða miklu líkara Indlandi heldur en nokkuð tímann Íslandi í kjölfarið. Og það er þetta sem ég held að fólk sé bara almennt sé að velta fyrir sér. Hvort að við getum verið að taka móti stórum hópum fólks án þess að það er félagslegar afleiðingar. Mér finnst það vera fáránlegt að vera að hugsa til þess að það hefur engar félagslegar afleiðingar. Það hefur meira að komið í ljós að fólk heldur fastar í sínu menningarlegu gildi til dæmis eins og Indlandi, þar sem að fólk frá Bangladesh er með íhaldsamari gildi í Bretlandi í sinn gömlu gildi heldur en fólk er í Bangladesh. Til dæmis gagnvart konum, klæðaburður og annað. Fólk sem er á bangladesískum uppruna í Bretlandi er íhaldsamara gagnvart klæðaburði kvenna heldur en fólk í Bangladesh. Þannig að fólk heldur líka svolítið í sín gildi. Og það er alveg eðlilegt, en aftur á móti þá er þetta bara svona þessi físísku partar sem við erum að ræða, sem að snúa að því hvernig við viljum haga þessum málum og hvort að við viljum að við gerum það sama og Evrópa gerði með því að taka á móti mjög stórum fjölda fólks og ef við ákváðum að gera það, þá hefur við líka búast við því að pólitíska landslægi verði áþekkt því sem er að gerast í Evrópu. Já, ég meina pólitíska landslægi verði áþekkt því sem gerist í Evrópu, hvað áttu þá við? Að bara, eins og að Friedrich Merz sé bara út af því sem að kjósendur er að vilja og út af því að AfD er að rísa svo hratt og þá segir hann 800.000 sýrlendingar þurfa að fara að landa. Ég vil ekki lenda í þeim, út af því að nú er ég að þjónusta sýrlendinga. Ég vil ekki lenda í þeim veruleika. Að Íslendingar muni komast á þann stað. En þetta er engin veruleiki sem blasir við okkur heldur. Þú veist, við erum að tala einhvern svona teórískan veruleika, þú veist, að við tökum á móti 4 milljónum á morgun og ef við tökum á móti 10 milljónum Indverja eða eitthvað svona, þú veist, en það er ekkert það sem er að gerast. Við erum að tala um fáar hræður sem að einhvern veginn komast hingað við fucking illan leik, afsakið orðbragðið, en það er bara mjög erfitt að komast hingað frá þú veist, Miðausturlöndum, frá bara Afríku, frá að því að þú þarft alltaf að millilenda einhvers staðar og við erum með, þú veist, við erum búin að girða okkur einhvern veginn með Dyflinnarreglugerðinni þar sem við getum sendt fólk tilbaka á einhverjum svona forsendum að þau lendi einhvers staðar annars staðar áður en þau kom hingað, þú veist, þetta er algjör vitleysa. Það komast mjög fáir hingað. Það eru mjög fáir sem að fá mál sín
bara aktúalt skoðuð hjá Útlendingastofnun og þessar örfáu hræður sem að komast inn í gegnum þetta nálarauga, þær eiga svo sannarlega rétt á því að þeim sé vel tekið. Þær upplifa ekki fordóma og þær fái það sem að einhvern veginn þær sækjast eftir. Þú veist, ertu ekki sammála því? Já, ég meina sko, þá eru komin líka svolítið svona heimspekilegar pælingar í sambandi við skattkerfið. Við erum að segja að þú veist, Íslendingar eiga að greiða skatta. Það var alltaf þessi mál núna daginn þar sem en allt fólk sem vinnur á Íslandi borgar skatta. Útlendingarnir borga líka skatta. Hárrétt. Og þá þurfum við bara að fara að bara skoða það hvort að fólk vilji vera að taka á móti fólki víðsvegar að úr heiminum til þess að taka á móti og gera vel við það. Og það spurningin sem við þurfum að spyrja okkur. Okkur ber líka ákveðin siðferðisleg og lagaleg, svona alþjóðalagaleg skylda til þess. Þú getur sagt það. En þá spurningin bara svo hvort að þetta eigi þá að vera valgreiðsla til dæmis í heimabanka. Skilurðu, ber öllum siðferðisleg skylda og siðferðislega rétt að segja að þér beri siðferðisleg skylda plús öllum öðrum Íslendingum. Og það svolítið það sem við erum að spyrja okkur, hvort að Íslendingar séu tilbúnir til þess að greiða í sameiginlega sjóði, til þess að takast á við þetta verkefni. En það ekki bara Íslendingar sem greiða í þessa sameiginlegu sjóði. Það nei, það bara, og við getum tekið leið og fólk fer inn á vinnumarkaðinn. Reyndar, ef þú myndir spyrja Pólverjana sem hérna vinna, að þá svarið afdráttarlaust nei. Það mjög fyndið að tala við Pólverja útlendingamál, því að þeir eru sko, og þetta var með þess að rannsakað, íslenskir Pólverjar eru harðari í sinni afstöðu gagnvart útlendingum heldur en Pólverjar heima fyrir, sem eru mjög harðir náttúrulega, eins og allir vita. Nei, þetta var rannsakað. En ég meina þeir Pólverjar sem ég þekki hafa ekkert á móti. Nei, við getum alveg sagt það. Ég þekki örugglega líka Pólverjar sem hérna sammála þér, en aftur á móti þá eru Pólverjar á Íslandi almennt séð miklu harðari í sinni afstöðu gagnvart útlendingamálum og hérna ég hef rætt við marga sem eru mjög pirraðir yfir því í hvaða ástandi við erum. Og sem ég veit að þú ert ósammála þeim í. En ég aftur á móti til að sko, til þess að takast á með þennan vanda að þá þurfum við bara líka, þá myndi pólitíska eftirspurnin snúa að því að sameiginlegir sjóðir eru að fara í þetta verkefni sem þú útlistaðir áðan. Það var að klára einu sendingu. Út af því að ef að sá vilji ekki fyrir hendi, að þá skiljum við okkur bara svolítið eftir með það að þú telur að vera siðferðislega skylda, fólk telur að ekki vera sína siðferðislega skyldu og þar af leiðandi ætlar það ekki að fara að borga fyrir það. Þá erum við bara komin í eitthvað þar sem við getum verið með valgreiðslur í heimabanka eða eitthvað þannig til þess að standa undir þessu kerfum. Ok, en byrju borga fyrir hvað þá? Bara að taka á móti fólki. Nema við myndum, eins og ég var að tala um áðan, að við myndum bara að það væri ekki hægt að koma hérna og þiggja neins konar bætur. Við tökum á móti fólki, hjálpum þeim á lappir og ég meina það til rannsóknir sem sýna fram á það að fólk sem kemur og gert kleift að aðlaga samfélaginu, farin út á vinnumarkað, það býr til miklu meiri auð með þessari í kjölfarið með þessari grunnfjárfestingu. Ég meina þetta mjög auðvelt stærðfræðidæmi. Ef þú bara kemur fólki vel fyrir, þú byggir undir það góðan grunn, það fer út á vinnumarkaðinn og það getur gert einhverja algjöra blúsandi snildi eða ekki, en það borgar í sameiginlega sjóði og það bara, þú veist. Já, nei, ég meina þetta algjörlega sjónarmið og ég hef einmitt heyrt þessi rök áður, en þá bara þurfum við að spyrja fólk hvort að það vilji taka þátt í því verkefni og græða þá á því svo í kjölfarið. Hins vegar þá erum við náttúrulega líka með stóra breytu sem þessi menningarlega gjá, bara eins og í Breitlandi þar sem þú ert með 130 sharia-dómstóla, þú ert með fólk sem hefur aðlagast mjög illa, þú ert með bara fullt af breytum sem eru búin að verða til þess að Robert Law sem náttúrulega fyrir hvað heitir, ekki Reform, það Nigel Farage, heldur einhver annar flokkur sem segist bara alltaf að koma öllum Pakistanum úr landi, sem náttúrulega frekar drastískt og bara ógeðslega viðbjóðslegt. Já, en þetta búið að vera, en það pólitíska eftirspurn eftir þessu. Nei, við erum að samt að sjá það. Það víst pólitíska eftirspurn eftir þessu. Já, þú veist, við það fullt af fólki sem ætlar að kjósa hann. Já, það einhverjir, þú veist, en ekkert rosalega margir. Við erum að sjá það með hinn pólitíska eftirspurn í Englandi liggur í Green Party, sem bara svona, þú veist. Reform UK held í stærsti flokkurinn núna, langstærstur. Nei,
Green Party múin að taka yfir? Green Party bara, ég er allavega búin, komið fyrir langt fram úr verkamannaflokknum. Já, verkamannaflokkurinn er alveg niðri, sko, en Reform UK... Reform er ekki stærsti flokkurinn. Hann var það senast þegar ég tjekkaði. Hann er það nefnilega ekki. Okay. Og vinsældir hans, þær eru að dala hans rætt, sko. Það getur verið. Og það er það sem við sjáum, og þessi svona hægri sveifla sem að okkur var, við vorum svolítið mötuð á í gegnum fjölmiðla og hún er einhvern veginn að engu orðin, svona þegar Mér finnst við vera að rústa þessu. Þegar Hólminn er komið, ég meina, þú veist, hvað sáum við? Við sáum bara í Danmörku daginn, við erum að fylgjast með bara kosningum á, þú veist, Evrópuvísu að hægra fólk er ekkert endilega að sigra kosningar. Myndir ekki segja að það sé hægri sveifla á Íslandi? Nei. Í alvörunni? Nei. Hvað er... En ég meina, sko, meira þess að Viðreisn er að taka mjög hart á útlendingamálunum, Samfylkingin er í samfloti við það, Flokkur fólksins er í samfloti við það, Framsókn er örugglega vinstri sinnaðasti flokkurinn í dag svona á þessu... Það er náttúrulega það er engin vinstri flokkur inn á þinginu. Nei, en er eitthvað vinstri sem er búið að vera að eiga sér stað á undanförnum árum? Kannski eitthvað svona, jú, það er alls konar Það er rosalega mikið hægra megin búið að vera að eiga sér stað. Jú, það er reyndar alveg rétt hjá þér, já, ég sammála því. Er það ekki hægri sveifla? Ég veit ekki hvort, þú veist, höfum við ekki bara alltaf verið svolítið þar, þú veist, við erum bara eitthvað svona svolítið íhaldsamt bestavina samfélag sem að einhvern veginn svona... Nei, við vorum með einhverju woke-rugli hérna í 10 árum að þú fylgist með þessu öllu. Hvað með það? Hvert var woke-ruglið? Woke-ruglið var óskiljanleg óbilgirni gagnvart skoðunum þar sem að fólk var hvatt til þess að ekki hvatt til þess, það var bara til hlýðinni til þess að vera á ákveðnum skoðunum ýmis samfélagsleg málefni sem olli náttúrulega því að vinstrið var þurrkað út af til dæmis Alþingi. Það var óstjórnlega óbilgirni gagnvart hverskins skoðunum bara til dæmis útlendingamál, kynjamál, efnahagsmál, jafnvel hvalveiðar og það var einhvern veginn við vorum hvött til þess að vera með svona að ljúga til okkar afstöðu. Það er frábær bók eftir Timur Kuran sem heitir Private Truths and Public Lies þar sem hann fjallar einmitt þetta að fólk einhvern veginn er bara til hliðinni og svo kemur þessi svona ég ætla ekki að segja hefnd, en ákveðin hefnd svona með offorsi þar sem að fólk er hérna rosalega pendullinn, þú veist. Já, en ekki bara pendull, heldur bara að fólk fer alltaf inn að segja sína skoðun að það var ekki á þeim buxunum að málum hefðu átt að vera háttað á tiltekinn máta. Þá einhvern veginn er svolítið það sem við erum að taka eftir í dag. En ég heldur að við séum bara að sjá toppn og ísjakanum að þeirri hægri bylgju sem ég hef pínu áhyggjur af sjálfur í samhengi við til dæmis útlendingamálin. Sem að við erum að sjá í dag, en þetta mun koma til með að aukast alveg gríðarlega. En þú talar hérna bók, að ég náttúrulega get ekki hleyptir hérna út á þess að minnast á að þú talar þetta að slaufunarmenningu, hægra fólki er mjög tamt að hérna ræðast. Það var bara að spyrja mig hverjum að slaufa og fekk ekki að koma aftur. Nei, ég ætla reyndar ekki að spyrja því. Ég ætla að spyrja þig út í hann Ingólf Gíslason. Já. Af því að nú ert þú svona einn af þeim sem stökkst á þann vagnum að honum yrði slaufað og hann yrði rekinn fyrir að tjá skoðanir sínar með þeim hætti sem hann gat og kunni. Já, sko nei, ég hérna nefnilega ef að ég til dæmis í einhvers konar vinnu og ég kýli samstarfsfélaga að þá finnst mér að ég ætti að vera rekinn og það er ekki slaufun. Ingólfur kýldi engan? Nei, en aftur á móti þá vó hann gegn því akademíska frelsi sem er þó innan veggja Háskóla Íslands þó svo að það sé á undanhaldi því miður. Náði akademíska frelsið ekki yfir skoðanir Ingólfs þá? En þá þú getur ekki verið að öskra niður aðra prófessora, þú mátt alveg koma með mótrök. 100% máttu það? Nei, það er bara algjör della og þetta er alveg... Það er bara 100% máttu vinstri menn, sko. Það er bara 100% máttu það bara. Svo við ræðum líka málefnið, að hérna, hvað hét hann, man ekki hvað ísraelski prófessorinn hét. Hann var allavega að halda erindi í Norræna húsinu og hann er af ísraelskum uppruna og Ingólfur Gíslason fór þar ásamt öðru fólki og öskraði niður fyrirlestur Ísraelsmannsins sem er bara 100% þeirra réttur. Nei, það er nefnilega málið sko að ef við erum ekki með akademískt frelsi sem að skapar í rauninni þau svona menningarverðmæti sem að við
höfum í raun og Við veru. skulum ekki gleyma því að hérna akademingurinn Ingólfur Gíslason, hann líka bara manneskja sem að gekk inn á viðburð og mótmælt honum, sko. Hann öskraði niður, hann sá til þess að hann gæti ekki talað. Já, það að þagga niður, þetta er ákveðin svona Idi Amin hugmyndafræði, að svona I can guarantee free speech, but I can't guarantee freedom after speech. Að við erum með svona þessa hugmynd tjáningafrelsi það og getið þaggað niður fólk til þess að ná þínu fram. Það er ekki það sem að tjáningafrelsi er. Og það er ástæðan fyrir því að ég líki því við það að kýla einhvern annan út af því að hann þarna kennari við Háskóla Íslands, þar sem að hann að vega að akademiska frelsi bæði prófessorar sem að vinna innan Háskóla Íslands en líka innan þess akademiska mengi sem að fyrir Og mér hefði rauninni fundist miklu skárra ef hann hefði kýlt einhvern í andlitið. Það hefði verið töluvert skárra heldur en að gera þetta. Út af því að þegar þú að vega að þessum stoðum innan háskólaveggjanna að þá þú að sjá til þess að þau verðmæti sem að við erum með, sem þessu hægt að segja huglægu verðmæti, en það byggist á vestrænum lýðræðishefðum sem að hefur valdið því að við höfum það jafn gott og við höfum það í dag. Og þegar það verið að vega því og það einhvern veginn talið bara einhvern veginn, já, nei, þetta bara hans réttur og eitthvað þannig. Þetta hans réttur? Nei, þetta það náttúrulega ekki. Þú mátt alveg standa upp á fyrirlestri og garga þig hásan, sko. Ef ég myndi koma hérna 8 á morgnana með lúður og vera básun og honum að meðan þeir að reyna að eiga samræður, var það réttu minn? Það ekki, þú veist að þetta já, ég runni, ég meina, við getum samt látið fjarlægja þig á einhverjum tímapunkti, jú. Það er ekki reynt. Já, en finnst þér ekkert svona, finnst þér ekkert skjóta skökku við að vera einhvern veginn, þú veist, að vera sko predika það sífellu að það ekki að slaufa fólki fyrir skoðinu þess og bla 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 og ég meina og ég líka hlindu tjáningafrelsi og nú ég að vera á rosalega hressnari bladi bla. Já, bladi bla, einmitt, en ég meina ef Ingólfur væri hérna með okkur, hvað myndur þú segja við Ingólf? Myndur þú ekki segja sorry með hann? Nei, ég myndi ekki segja sorry, en ég vil ekkert vera óvinur hans, mér líkar ekkert illa við Ingólf Gíslason. Mér þykir hann vera svona svolítið furðuverk og mér finnst áherslur hans í sinni akademíu vera mjög sérkennilegar en hann aftur á móti hefur frelsi til þess að vera að... Og þú getur mætt á fyrirlestur hjá honum og öskraði hásan. Já, og þá ætti að hann taka mig. Nei. Jú, ég alveg tala mér finnst þetta. Já, þér finnst þetta, já. Sko, en við verðum bara að vera ósammála, leið okkur það líka. Má ég líka út af því að sko, það sem svo mikilvægt í þessu að við erum með ákveðnar hefðir og staðla út og sem hefur valdið því að við höfum það gott. Og þegar fólk farið að vega af því að þá þurfum við bara að Ég segi við höfum að vega að því bara oftar og meira. Þú veist, við höfum bara öskra okkur hás sem oftast yfir því sem að okkur mislíkar, sko. Það var skoti hérna á samstöðuna og það var hérna allt dótið eitthvað var fjarlægt og ég mér þess að bauð reynda Gunnari Smára minn hljóðbúnað til þess að þið getið haldið úti eitthvað starfi. Það þú veist, ég veit ekki hvort það hefur verið gert í pólitísku tilgangi eða hvað. Það var allavega að tala, já, nákvæmlega. Og ég ætla eiginlega að lifa mér að fullera það hefði ekki verið vinstrimannska heldur. Já, en þar var engin í rauninni áreittur beint fyrir utan það að náttúrulega bara eignatjón. En það er eitthvað stærra. Það er eðlismunur þannig ásamt. Það er eitthvað stærra en það að þetta sé eignatjón og það er eitthvað stærra en það að það þurfa að skipta rúðu. Það er það að við erum í ákveðinni bara hugmyndafræðilegri deiglu sem við þurfum að passa okkur mjög vel að halda uppi því að það í flestum samfélögum það útkljá menn sín vandamál með ofbeldi. Og ef við erum ekki með þetta tjáningafrelsi, ef við erum ekki með þetta akademiska frelsi og við getum bara öskra niður fólk, þá er ofbeldi næst. Og það er það sem að mér þykir mjög mikilvægt að við höldum til haga í þessari umræðu. Og fólk getur alveg einhvern veginn hlegja því að þín vestrænu gildi, þín svona akademisku stöðluðu stofnanir, en ég tel bara að það sé mjög mikilvægt að halda í þetta og ég tel bara að tjáningafrelsið við munum ekki halda í tjáningafrelsi öðruvísi en að við berjumst fyrir því og við berjumst fyrir því út af því að pennin er öflugur af vopn heldur en sverðið og þetta var skref í átt að því að
vega að þeim stoðum sem að hérna fyrir hendi er íslenska samfélagi og gerir íslenska samfélagi gott. En sumir vilja reyndar meina að þessi fyrirlesari hafi verið að vega að stóðum þess sem að gera okkur góðu samfélagi. En það er kannski... Með ellilífeyris hérna erindi. Þú veist, þetta er okkur svona síonisti sem að hérna var ekkert bara að tala um ellilífeyrisþega. En bursið frá því, bara svona kannski segðu mér aðeins frá boxinu. Já. Svona, og reyni ég annað. Já, svona ofbeldi í þú veist, aðeins tempraðara ofbeldi. Er box ekki ofbeldi? Sko. Ofbeldi er þegar að, hérna, talandi staðla, sko, það er, hérna, hnefaleikar eru íþrótt sem að þar sem að tveir etja kappi því að hérna ná sem flestum höggum annarkvort í skrokk eða í höfuð með það að markmiði að verja þau högg sem þeir fá á sig og deila út flestum höggum gegn sínum andstæðing í 3 mínútur með 1 mínútu hvíld, svo aftur 3 mínútur með 1 mínútu hvíld og svo 3 mínútur aftur. 9 mínútur þar sem að þú ert í rauninni að taka á þínu öllu og þetta er ákveðin, þetta er sko, og það er ástæðan fyrir því að... Þetta er ekki óumdeilt. Nei. En þetta er sko, þetta er sálfræði hernaður, þú ert í svona persónulegu svona deilum við sjálfa þig. Þú þarft að takast á við fight or flight hérna mekanisman, svo ég fá að sletta, sem að býr innra með okkur öðruvísi heldur en í öðrum íþróttum. Það er rosalegt stolt í því, það er rosalega hægðir og lægðir í þessu sporti sem það er meira, langar mig að segja, heldur en í öðrum sportum út af því að þetta er svo svakalega líkamlegt, þú veist úr það setja þig hætt og annað og þetta styrkir þig gríðarlega sem einstakling og þess vegna finnst mér alveg sérstaklega gaman. En þú meiðir einhvern annan í leiðinni, það er svolítið parturinn. Það er fylgifiskur sko. Já. Og í grunninn er þetta líka rosalega, svo ég fá aftur að sletta, svona prímal. Þetta er rosalega svona grunnhvatir sem að við leyfum okkur sem betur fer í flestum tilfellum að heimsækja sem að maður fær svo litla útrás fyrir. Og það er svona, hefur verið sérstaklega undanfarin ár verið mitt svona keppikefli einmitt að ungt fólk verði sterkari einstaklingar í svona stöðum og það er ástæðan fyrir því ég þjálfa þetta og ég þjálfa eins og ég segi mikið af útlendingum og Íslendingum, ungu fólki og reyni eftir bestu getu að hámarka þeirra árangur. Þetta er, það var nokkuð viðburður sem átti að vera hérna hvað síðustu helgi sem að var plásin af, í Gamla bíó. Og komst þú eitthvað að því? Nei, ég náttúrulega þekki alla sem eru í því að standa í því en ég var sem sagt í stjórn Hnefaleikasambands Íslands sem er undir ISÍ og það hefði verið svona, hvað við að segja, ósnyrtilegt ef ég hefði verið að hafa mig rosalega mikið frammi. Ég fór í 1 viðtal á Rás 2, þetta helst, Rás 1. Man ekki alveg núna hvora menna er. Já, fór í viðtal þar sem ég var einmitt að takast á við hugleiðingar læknasambandsins einmitt út af þessu, þar sem þú ert út að meiða og þú ert að meiða þig og hérna og höfu áverkar og annað. En ég færi rauk fyrir því að samfélagslegur ávinningur af því að við séum með hnefaleikastarf sé það mikill. Það er þannig fólk sem að leitar í þetta. Það er oft eiturlyfjamenn og fleiri sem að hafa verið að takast á við ýmislegt í sínu lífi sem að leita í þetta sport sem að myndi þá og ég get eiginlega fullyrt það rætti við aðra hnefaleikaþjálfara líka að það væru töluvert fleiri eiturlyfjamenn sem að væru búin að vera að valda usla í bæði sér og umhverfinu ef við værum ekki fyrir hendi. En hvað það? Þetta mót sem sagt... Það meina að þetta sé útrás svona fyrir eitthvað svona ákveðið? Ég veit það ekki. Þetta skapar... Þetta bætir umhverfi flestra sem að í þetta leita og það eru öðruvísi einstaklingar sem að leita í þetta líka. Stelpunar eru öðruvísi, strákanar eru líka öðruvísi en það er eitthvað sem að er svona, það er öðruvísi heldur en á flestum stöðum sem þú myndir finna. Það er erfitt einhvern veginn að koma því orð. Þeir sem hafa prófað þetta og hafa verið í þessu skilja þetta en þetta er svona
ég hef ekki prófað ayahuasca, en mér líður pínu svona, þeir sem hafa farið í hnefaleika og þeir sem hafa ekki farið í hnefaleika, þetta er pínu svona, eins og fólk sem að lýsir ayahuasca þér. Ég var svolítið erfitt með að mynda mér skoðun á þessu, þú veist, mér finnst fólki ég vera frjálst að gera það sem það vill einhvern veginn við líka með sína, svo er einhvern veginn, þú veist, að ég veit ekki, kannski er það bara áhorfenda aspektið af þessu sem að sjófið sem að fer í taugarnar á mér. Já, ég hef aldrei heyrt þessu rök. Ég veit ekki hvað mér finnst það sjálfur. Þetta er góða punktur, sko. Mér þótti alltaf miklu erfiðara að koma fram fyrir framan fólkið. Gekk ræðilega þegar ég kom fyrir framan fólkið, svo gekk mér mjög vel þegar ég var ekki með mikið svona undir þannig. En það er líka hluti af þessu, sko, þegar það er mikið undir og getur tekist á við þannig aðstæður. Ég til dæmis held að þeir sem hafa verið í hnefaleikam að stíga upp í hring er örugglega það erfiðasta sem þú gerir. Og þegar þú þarft að takast á við einhver verkefni í kjölfarið, þá verður það einhvern veginn bara ekkert mál. Og þess vegna, það er ekki margir sem eru í kulnun sem hafa verið í boxi. Einfaldlega bara kannski hefðu þeir gott að því að fara í kulnun? Að vera, þú veist að ég meina í bata frá sinni kulnun að Já, heyrðu, það gæti reynda að vera góða punktur. Ég hef ekki pælt í þessu vingli. Ég veit ekki alveg hvort ég hef verið svo reiður út í fólk sem er í kulnun að ég veit ekki alveg hvort það myndi leita til mín. Þekkir ekki marga sem hafa farið í kulnun? Jú, allt og marga. En það hætti ég að tala við þá í dag. Nei, ég er að tjóka. En jú. Hvað er það við kulnun sem að fer svona í þig? Ég bara tel að þetta sé eitthvað sem að veldur samfélagslegri hnignun. Þetta er aumingjaskapur. Þetta er svolítið svona samfélagið að svona eiginlega bara hægt og rólega ganga fólki dauðu. Það er svolítið þannig. Hvað þættir? Við erum öll ólík og fólk er alveg að... Lífið var erfiðara fyrir 30 árum. Vinna eins og mikið og það er með og miklar áhyggjur. Fólk vann miklu meira hérna áður. En það hafði færri áhyggjur. En það var með allt öðruvísi áhyggjur. Já, það er bara þér að kenna þú ert með einhverjar áhyggjur af öllu í lífinu. Já, ég held að þú veist að fólk sem eru í kulnun gerir sér alveg grein fyrir því að það sé að stórleiti því sjálfu að kenna. Það er samt eiginlega enginn í kulnun sem fer í kulnun. Það er bara 3,4% samkvæmt tölum virk sem eru raunverulega í kulnun af þeir sem fara í kulnun. Hvað er þannig að þetta leitingar. Nei. Jú. Nei. Það getur ekki kalla fólk letingja fyrir að þú veist að vilja bara taka sér smá break. Herðu, halló. Það er nefnilega, það er mjög virðingavert að segja bara, heyrðu, ég finn það, þú veist, það fer eitthvað að gefa sig, annarkvort andlega, líkamlega, ef ég brems ekki. Ég ætla bara að taka mér smá hlé og ég ætla að fara í bara einhvers konar endurhæfingu eða box. Ok, en eru letingar til í dag? Ég veit ekki hvað, þú veist, það er engin latur í dag. Þetta var orð sem við notuðum einu sinni. Fólk var hyskið. Ert þú aldrei latur? Jú, oft. En ég fer ekki fram á það að fólk fara að borga mig fyrir það. Já, en ég meina, þú veist, það verður mjög næs ef eitthvað myndi borga mig fyrir að vera latur. Það meikar ekkert sens. En það borgar mann enginn fyrir að vera latur. Jú, þetta er svo mikil útúrstungur. Mér finnst bara að fólk eigi bara að vera, þú veist, ég meina, þú ert manneski sem að tala þú veist, frelsi einstaklinga og traust til, þú veist. Það þarf enginn að fá greitt fyrir það að fara og hætti vinnunni. Why not? Það er búið að borga í sameiginlega sjóði í allan tíma, þá bara verður því fjármagni ráðstafað undir raskataði. Það er bara, mér finnst það bara allt í lagi. Mér finnst það mjög skemmtilegt. Þetta er svolítið svona eins og með útlendingaumræðuna, eða bara peningar eru svolítið bara svona stærð sem við getum bara verið endalaust að taka. En þetta, þú veist, ef við værum bara öll duglegri að taka okkur smá Ef við værum bara öll duglegri punktur. Ef við værum bara öll duglegri við að vera löt. Þá væri enginn í kulnun. Sko. Nei, en þá verðum við heldur ekki að njóta þess ávaxtar sem við höfum skapað í samfélaginu. Þú veist, við værum bara eitthvað heima að njóta. Já, en ég meina, hvernig heldur að verðmæti verið til? Það er út af því að fólk fer á sjó. En þetta er svo leiðilegt samfélag sem að Þetta samt stendur undir því að við viljum tekið til þess að móti útlendingum og öðrum. En þú veist, má aldrei bara vera næs og gaman. Jú, það er hægt að vera með næs og gaman út af því að fólk fer út á sjó, út af því að fólk er að sinna matvinnslu. Já, og svo má það bara taka sér bara smá fucking break. Já, taktu þér smá fucking break, en það er enginn að fara að greiða þig fyrir það. Jú, en ég meina þá getur ekki tekið breykið. En þá getur ekki tekið breykið, sko, þú veist, og þá bara verður bara alltaf allt rosalega leiðilegt. Þú kemst eitthvað á eftirlaun, veistu það? Ég er í 3 vinnum, ég fæ fullt af frítíma
fólk sem horfir á Netflix hefur bara of mikinn tíma og ég tala nú ekki þeir sem hafa fara í kvöldun. Hafa þeir of mikinn tíma? Já. Nei, þú getur ekki alhaft svona hópa. Það er út af þessu Tóti, sem að fólk er brjálað út í þig. Þú ert svolítið í þessu. Þú ert að reitsbeita, sko. Vildur ekki fá smá fútinn? Nei, ég svolítið ekki að reitsbeita, sko. Þetta bara það sem ég finnst. Það er basically það sem þú ert að gera. Ef að segja mína skoðanir er reitsbeit, þá ég bara að reitsbeita, ok, fine. En það ekki ástæðan fyrir ég að segja mína skoðanir. En þú getur ekki, þú veist, getum við ekki bara verið sammála bara gera bara alls konar næs fyrir alls konar fólk? Getum við ekki verið sammála það að þú ekki að fá að borga fyrir það að mæti ekki vinna? Nei, við getum ekki verið sammála það. Eða þú veist, ég bara, nei, mér veist að fólk bara að fá miklu meira út úr sameiginlegu sjóðum heldur en það raun gerir. Það engin sameiginlegu sjóður að við erum ekki með fólk sem mætir í vinnuna. Ég meina að það fólk sem mætir í vinnuna. Já. Og það fólk sem bara, þú veist, tilheyrir það eina mestu dyggð að þú veist að ganga sér algjörlega til húðar með því að vinna allan leiðilegan daginn. Það betra heldur en að leggjast á kerfið. Það ekki betra. Það ekki líf sem ég geti ímyndað mér að sé skemmtilegt. Nei. Það þú veist, ég elska vinnuna mína en þú veist, ég myndi ekki fórna líf og lífum fyrir hann. Á hverju elskið þið vinstri menn svona mikið skattpeninga? Ég skil þetta. Þið elskið þá. Spegill. Af hverju viljið þið eiga það og einhvern veginn og þú veist eitthvað svona, ég veit ekki, safna þeim? Af hverju ekki bara deila þeim? Sjálfsaflafé? Já. Það ekki skattpeningar. Eða borgarlaun? Við getum líka rætt. Þá fer ég á landi með alla mína peninga sem reyndar ekki miklir. Borgarlaun finnst mér reyndar alveg frábær pæling. Hefurðu verið atvinnulaus? Nei. Hefur þurft að treysta á svona, Jú, heyrðu, ég var einu svona atvinnulaus. Já, og atvinnulausbótum? Nei. Nei, af hverju ekki? Ég vann fyrir mig með því að spila póker við eiturlygamenn. Nokkuð veginn, ég var ekki bara eiturlygamenn. Þannig að, hvað sér, það hefur ekki verið löglistar sem ég? Ég segi ekki neitt. Nei, ok. En Tóti, það búið að vera rosa gaman að spjalla við þig. Þú ert hið mesta furðuverk en þú ert ekki alls slæmur. Eitt sem að mig langar að spyrja þig, þú ert með svolítið mörg húðflúr. Já. Ég svolítið forvitin húðflúr fólks. Það eru allir þeldökkir sem eru á upphandlegnum sem ég sá varst að horfa á. Já. Þetta Thomas Sowell sem svona mín eina helsta fyrirmynd. Svo ég með Frederick Douglass á frelsisyfirlýsingu Bandaríkjanna og fyrsta hersveit 54. landgöngudeild þeldökkra manna sem barðist í þrælastríðinu. Og unnu mikið þrekvirki, létust reyndar held ég allir ef ég mynda rétt. Frábær mynd þetta sem heitir Glory sem Denzel Washington meðal annars leikur í. Og svo ég með Winston úr 1984 og 2 + 2 saman sem 5. Svo ég með George Orwell sem Christopher Hitchens á löppinni. Svo ég með Thomas Paine. Alla kallarna bara. Já, Plato. Og svo ég með stjórnarskrá Bandaríkjanna Nei, hættu. Og James Madison ásamt honum. Akkur stjórnarskrá Bandaríkjanna? Út af því að ég mikið... Hvað með Ísland, Tóti? Já, ég veit að ég þarf eitthvað Þú þarft að koma henni fyrir eitthvað staðar. Ég var að pæla, ég sá að þú ert með Snorra Másson á upphandlegnum. Já. Ég að pæla Nei, ástæðan fyrir því bara út af því ég mikill leikjafræði maður að afleiðing þess að þessir menn tóku sig saman í Philadelphia árið 1776 hefur orðið til þess að við erum með þá stjórnarskrá sem við erum með í dag og þau lýðræðislegu réttindi sem við erum með ásamt því náttúrulega sem kom náttúrulega kjölfarið franska byltingin sem að leiddi af sér gríðarlega bætt kjör fyrir alla þrátt fyrir það að hafa verið hræðilega marga staði og já, þess vegna búum við í betri heimi. Já, segir þú. Takk kærlega fyrir þetta, Þórarinn Hjartarson. Takk sömuleiðis. Heldur þú fáir miklar ávítur fyrir þetta? Það held ég ekki. Mér finnst þetta bara nokkuð skemmtilegt spjall hjá okkur. Jú, varst ekki bara ánægð með þetta sjálfur? Jú. Þú ert búin að vera stikla og stóru, lífið og tilveruna og ástina og missi og Jesus, það er langt síðan, ég man ekki Við erum búin að sitja hérna allt og lengi. Við erum árið ringluð. Takk kærlega fyrir komuna. Hlakka til að fylgjast með þér áfram og ég var líka svo litið til þess að sjá hvað fólki finnst þetta ágætis spjall okkar hér, helgispjall.
Takk fyrir. Takk. Og hér skulum við því að þetta punkt. Ég þakka ykkur fyrir sem áhlýttuð og óska ykkur góðrar helgar. Takk.